Komið þið sæl, fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Býð bæjarfulltrúa velkomna. Þessi fundur númer 1595 í röðinni og fer fram hér í Ráðhúsi Vestmannaeyja fimmtudaginn 22. júní 2023 og hefst núna klukkan 17. Í útsendri dagskrá eru 12 mál og þau eru þessi: 1. Umræða samgöngumál, 2. Umræða heilbrigðismál, 3. Deiluskipulag á Malarvelli og Löngulá, 4. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3195, liðir 1-7, liggja fyrir til upplýsinga. 5. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 291 og liðir 1-4, liggja fyrir til upplýsinga. 6. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 383, liðir 1-10, liggja fyrir til upplýsinga. 7. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 290, liðir 1-5, liggja fyrir til upplýsinga. 8. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 373, liðir 1-4, liggja fyrir til upplýsinga. 9. dagskrármálið umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 384, liður 1, deiliskipulag, Malarvöllur og Langalá, verður tekinn fyrir undir 3. dagskrárliðnum sem almennt erindi. Liður 2, Strandvegur 51, umsókn breytingar og skipulagi, liggur fyrir til umræðu og ákvörðunar. Liður 3, Ásamar 15, umsókn breytingu á deiluskipulagi, liggur fyrir til umræðu og ákvörðunar. Liðir 4-10, liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrárliður 10 Bæjarráð Vestmannaeyja 3196, liður 5, 4 mánaða uppgjör Vestmannaeyjabæjar, liggur fyrir til umræðu. Liður 6, fiskeldi í Viðlegafjöru, liggur fyrir til staðfestingar. Liðir 1-4 og 7-14, liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrármál 11, fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 292, liðir 1-3, liggja fyrir til upplýsinga. Og dagskrárliður 12, framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 291, þar sem liðir 1-2, liggja fyrir til upplýsinga. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið sem umræða samgöngumál. Íris Róbersdóttir. Forseti, eins og fram hefur komið þá hefur verið að störfum viðræðunefnd við Vegagerðina að vegna framlengingar eða nýs samning ferjusiglingar milli Vestmannaeyja, Landeyjahafnar og Þorlákshafnar. Samningurinn sem nú í gildi og milli Vestmannaeyjabæjar í rauninni og Vegagerðarinnar fyrir hönd ráðuneytisins, hann rennur út núna 31. ágúst og var áætlað að reyna að klára nýtt samkomulag fyrir þann tíma, en gangurinn í viðræðunum góður samkvæmt því sem að fram kemur að þeir aðilar sem í þessari viðræðunefnd hafa átt 2 fundi með bæjarstjórn og bæjarfulltrúum og farið svona yfir stöðuna og málin, og lagt var til á síðasta svoleiðis fundi að við myndum samþykkja 3 mánaða framlengingu á núverandi samningi og var farið yfir ástæðu þess og að skapa þeim aðeins betri tímaramma sem annars snýr að starfsfólkinu borð í skipinu, að það þurfi ekki að vera að grípa til einhverja ráðstafana sem snúa því að segja þurfi fólki til þess að virða uppsagna tíma og annað. Og það liggur hér fyrir fundinum þessi viðhauki sem bæjarfulltrúar fengu sendan og í rauninni bæjarfulltrúar hafa samþykkt fyrir sitt leyti, en við tökum þetta hér upp formsins vegna, og þessi samningur þá bara í rauninni lagt til að hann sé framlengdur og renni ekki út 1. október, heldur í rauninni renni út 1. janúar 2024, bara nákvæmlega eins og hann í dag. Og ég hef ritað undir þetta ásamt Bergþóru vegamálastjóra og legg þetta hér fram til samþykktar hjá bæjarstjórn svo að undir ritun mín öðlist gildi og samningurinn verði virkur. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Áður en ég gef orðið laust les ég eftirfarandi innbókun. Íris Róbersdóttir, bæjarstjóri, greindi frá efni og undirritun viðauka við þjónustusamning ferjusiglingar milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar Þorlákshafnar. Í viðaukanum ákvæði breyttan gildistíma samningsins til 31. desember, þannig að samningstíminn lengist 3 mánuði.
Viðaukinn undirritaður með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar og þar sem ríki og Vestmannaeyjabær hafa ákveðið að taka upp viðræður endurnýjun og endurskoðun þjónustusamningsins með viðaukanum sem sagt skapað svigrúm til viðræðina næstu vikurnar. En aðilar stefna að því að ljúka þessum viðræðum endurnýjun samningsins ekki síðar en í ágúst næstkomandi. Orðið laust þennan viðauka. Enginn hefur hvatt til hljóðs og þá göngum við til atkvæða þennan viðauka. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja hann gjöra svo vel og gefa merki. Og hann samþykktur samhljóða með 9 atkvæði. Og þá tökum við fyrir annað dagskrármálið sem umræða heilbrigðismál. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, undanfarin ár síðan ég hef komið í bara haft það hlutverk að vera bæjarfulltrúi og verið í þessu starfi sem bæjarstjóri, að þá hafa málefni HSU margsinnis komið inn á borð til okkar. Bæði bæjarstjórnar og bæjarráðs, og það hefur yfirleitt snúið að því að við höfum áhyggjur af því að hér sé ekki verið að skapa þessari stofnun sem okkur svo gríðarlega mikilvæg, þá umgjörð og þá, hvað ég var að segja, það svigrúm svo að hægt sé að veita fólki hér þá þjónustu sem að við teljum að vera til staðar. Með sameiningu heilbrigðisstofnana á Suðurlandi og meðal annars heilbrigðisstofnana Vestmannaeyja í HSU, að þá það tilfinning okkar og kannski meira en tilfinning hjá mörgum að við séum ekki í rauninni að það sé ekki nægur skilningur og við séum ekki að fá þá þjónustu sem við ættum að vera að fá hérna, og ég vil taka það skýrt fram að það snýr ekki að því starfsfólki sem starfar á sjúkrahúsinu, heldur þeim ramma sem þeim skapaður og kannski þeim skilningi sem starfseminni hér sýnt að yfirstjórn stofnunarinnar. Og því höfum við rætt bæjarfulltrúarnir, og eins og ég sagði margsinnis tekið málið upp, en höfum rætt að það sé komið tími til að við tökum þetta hér upp á þessum vettvangi og í rauninni förum að snúa að því að við viljum bara að það sé bara kannað hvort að hér sé ekki hægt að fara fram á það að hér verði aftur bara heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. Af því að við höfum komið inn á það að hér engin rekstrarstjóri, það eru hér 2 stofnanir. HSU líka búið að taka yfir Hraunbúðir, það engin aðili sem stýrir þessum stóru stofnunum hérna. Það rauninni tvískipting á sjúkrahúsinu, það heilsugæslan og sjúkradeildin og svo erum við með HSU, hérna Hraunbúðir. Þannig að þetta eiginlega orðið svolítið fullreynt að því leytinu til að við erum bara sammælumst það hérna bæjarfulltrúarnir að við höldum bara að það sé komið tími á það að við tökum þetta samtal beint upp við heilbrigðisráðherra og að hann fái svolítið að heyra okkar hlið, okkar upplifun og það sem við heyrum í kringum okkur hér. Við búum í þessu samfélagi og við fáum beint til okkar það sem fólk ósátt við og auðvitað líka það sem fólk sátt við og það þjónustustig sem að heilbrigðisstofnunin að veita hér í dag vegna þess að henni sniðin mjög þröngur stakkur og starfsfólkin ekki gert kleift að veita þá þjónustu sem ég veit að þau myndu vilja gera eða við skulum segja þjónustustig, að þá höldum við að við þurfum að stíga svolítið fast niður og taka á þessum málum sem aðilar sem eru kjörnir hér til að tala fyrir fólki sem hérna og í rauninni þá þjónustu sem nýta stofnunina hérna og svo það náttúrulega algjörlega ótækt að samfélagi eins og okkar búi bæði við það að það sé verið að þrengja að stofnuninni og búi við mjög skerta sjúkraflutninga og annað, af því það voru miklar breytingar. En það komin tíma á að taka þetta samtal bara upp við heilbrigðisráðherra og það það skref sem við ætlum okkur að stíga hér í dag. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust þetta mál les ég eftirfarandi innbókun. Eins og fram hefur komið opinberlega hafa bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum vaxandi áhyggjur af umgjörð og þjónustustigi á heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands HSU rekur sjúkradeild, heilsugæslu og hjúkrunarheimili í Vestmannaeyjum og reynslan hefur sýnt fram á mikla annmarka á því að þessari starfsemi sé stýrt frá Selfossi. Þegar ákveðið var á sínum tíma að sameina sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum og Heilbrigðisstofnun Suðurlands fylgdu loforð öflugri einingu og betri þjónustu í Vestmannaeyjum. Þróunin hefur verið öfug. Og nú orðið laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir Geirsson. Forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur, já, við erum að ræða hér heilbrigðismál og þau hafa lengi verið mér mikið hjartansmál og frá því að ég hef, og í rauninni áður en ég fór að taka þátt með formlegum hætti í pólitík, þá hefur þetta verið svolítið stefið, að við höfum þurft að vera sífellt í gríðarlegri varnarbaráttu gagnvart þeirri grunnþjónustu sem að við erum og viljum halda í. Heilbrigðisstofnun Suðurlands í núverandi mynd var til við sameiningu Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands, Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja árið 2015 og var þannig viðfemasta heilbrigðisumdæmi landsins. Þetta er gríðarlega stór stofnun, heilbrigðisstofnun í Vestmannaeyjum og ég held einhvern veginn að þá gleymist það stundum í umræðunni sérstaklega hjá þeim sem að búa ekki hér. Við erum að sinna gríðarlega fjölbreyttum verkefnum og erum með stóran hóp af fagmenntuðum sérfræðingum á ýmsum sviðum sem að sinna öflugu þverfaglegu starfi í heilbrigðisþjónustu. Hins vegar hef ég og að ég held öll sem hér sitja vaxandi áhyggjur og haft í svolítinn tíma eða langan tíma af ákveðnum þáttum. Við höfum verið að ræða, líkt og við komið fram, læknamönnun heilsugæslunnar og þar er bæði menntun og aðrir grunnþættir sem að víðar er verið að eiga í vandræði með á landsbyggðinni og þarf að tækla með betri hætti en að vera að gera í dag. Við höfum haft miklar áhyggjur á sjúkraflutningum og þeir verið mikið ræddir og það var slæm þróun að flytja sjúkraflugið norður. Það hefur sýnt sig að viðbragðstíminn fyrir okkur og Ísafjörð hefur versnað og við þurfum að bregðast við því og það hefur tekið allt of langan tíma að fá ásættanlegan, að fá einhverjar framfarir í því máli. Fæðingaþjónustuna, lokun á skurðdeild. Þetta er því miður þessi tilhneiging, það er verið að taka af okkur, þjónustan hefur verið skert. Það er ekki langt síðan að við mótmæltum í bæjarráði þegar að starfsfólki var sagt upp í ræstingu og fleira. Það er alltaf þetta stef að við erum bara að reyna að berjast við að halda því sem við erum með. Þannig að já, sveitarfélagið hefur þurft í þessu líkt og mörgu öðru þurft að standa í öflugri varnarbaráttu og við erum ekki einu svona einmitt að óska eftir bættri þjónustu eða aukinni þjónustu, heldur bara að halda velli, halda þeirri þjónustu sem við höfum og af okkur sé bara ekki sífellt tekið. Og við höfum svo sem heyrt ýmsan fagur gala það og sérstaklega við stofnunina, þetta ætti að verða betra. Við ættum að fá meira aðgang að aukinni þjónustu. Hingað ætti að koma kvensjúkdómalæknar, augnlæknar, sónarskoðun og hitt og þetta. En því miður er bara staðreyndin sú að það gengur illa að koma þessum hlutum í ásættanlegt horf. Og var staðreyndin svo minnstakosti síðast þegar ég skoðaði í síðustu viku að þá var ekki einu svona hægt að panta einfaldan tíma á heilsuveru hjá heilsugæslulækni í Vestmannaeyjum. Og það er bara óásættanleg staða. Og ég er ekki að tala það sé ekki bara hægt í þessu mánuði. Það er bara ekki hægt á þessu ári. En að því sögðu þá er ég alls ekki að segja að þjónustan sé slæm. Starfsfólk heilsugæslunnar og sjúkradeildar á mjög mikið hrós skilið fyrir að sinna sínum skjólstæðingum vel og þessu samfélagi. En það gerir það á miklum hlaupum. Við erum ekki lítið samfélag. Við erum kröftugt samfélag með öflugt atvinnulíf og þurfum þjónustu sem okkur hæfir. Við mistum nefnilega mikið þegar yfirstjórn sjúkrahússins hér sameinaðist Suðurlandinu. Við mistum yfirsýnina, við mistum nálægðina, við mistum skilninginn á samfélaginu og þeirri þjónustu sem þarf að vera hér til staðar og þessa þætti þarf að endurheimta. Við þörfnumst þess að hafa stjórnunstofnunina hér. Eins og kom fram í máli bæjarstjóra þá eru hraunbúðir einnig orðnar HSU og það er ótækt
að yfirstjórn Hraunbúða og Sjúkrahúss Vestmannaeyja sé ekki staðsett í Vestmannaeyjum. Með slíku skrefi að þessar stofnanir yrðu sjálfstæðar ég sannfærð að samskipti og skilningur myndi batna, boðleiðir yrðu styttri og ef til vill auðveldara fyrir okkur í bæjarstjórn Vestmannaeyja að aðstoða stofnunina eins og við höfum ítrekað reynt að bjóða. Möguleikar þessara stofnunar eru miklir. Mannauðurinn mikill, metnaðarfullir, fjölbreyttir og áhugasamir starfsmenn sem að sækja sér menntun hvort sem það eru sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar, læknar eða aðrir sérfræðingar og fyrst eða síðast sinnir þetta fólk störfum sínum af mikilli alúð, væntum þykju og ábyrgðartilfinningu gagnvart samfélaginu og fyrir það ég afar þakklát. Tækifærin og möguleikarnir eru sannarlega til staðar. Möguleikarnir eru margir. Við höfum til dæmis fyrir augum eina stórkostlegu náttúru sem getur og nú síðast í gær mætti ég ferðafólki sem sagðist aldrei í lífinu hafa séð viðlíka náttúrufegurð. Og það hefur verið sýnt fram á að bati í kjölfar aðgerða og veikinda gengur betur, það innlagnardagar verða færri, þörf á verkjalyfjum minni og þörf á aðstoð minni ef þú hefur fallega náttúru fyrir augunum, ekki bara næsta húsvegg eða umferðargötu. Þarna eru tækifæri. Við getum sótt ný verkefni, búið til aukin tækifæri sem til dæmis sérhæfðri endurhæfingu, aukinni geðheilbrigðisþjónustu, ýmislegt fleira. Það eru tækifæri til að sækja fram fyrir þessa stofnun en þegar við erum réttarinn að tróða daglegan marvaða og starfsfólki á stofnunni hér gert það meira segja erfitt, þá þurfum við sannarlega að skoða dæmið upp á nýtt. Við þurfum að fá stjórnun yfir stofnunina hér sem getur leitt þessa stofnun og það öfluga starfsfólk sem það vinnur til þeirra tækifæra sem við erum vissum að hún býr yfir. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig. Orðið laust, vilja fleiri taka til máls? Helga, gjör svo vel. Forseti, ég vildi bara koma upp til þess að taka undir með Írisi Róbertsdóttur og Hildi Sólveigu Sigurðardóttur. Ég hef eins og við öll alveg verulegar áhyggjur af stöðunni í heilbrigðismálum í Vestmannaeyjum og ég var í dag að reyna að finna nógu sterkt lýsingarorð til þess að lýsa bara áhyggjum mínum yfir stöðunni en ég bara hreinlega fann það ekki. Og eins og hefur komið fram, það ekki hægt að panta tíma hjá lækni. Maður þarf að nýta sér vaktina til þess að ræða við lækni kannski eitthvað mál sem að bíða, geti ímyndað ykkur þá biðina á vaktinni og já, bara óþarfa álagi þar. Hildur Sólveig talaði að það hefur alltaf þurft að berjast fyrir þeirri þjónustu sem við erum með og það svo sannarlega komin bara sá tími á að við megum ekki við því að missa þá þjónustu sem við höfum því að þjónustan algjörlega í lágmarki þó svo sannarlega starfsfólki sé að reyna að standa sig eins vel og það getur eins og hefur komið fram hér áður í þessum aðstæðum sem þeim skapað. En þess vegna held ég að þetta skref sem að Íris Róbertsdóttir talaði að fá samtal við ráðherra að skoða að við höfum sér sjúkradeild sé bara hreinlega síðasta hálmstráið hjá okkur að reyna. Það náttúrulega ótækt hvað þetta búið að taka langan tíma og það virðist ekki vera hlustað á raddir okkar. Þannig að ég held að þetta sé gott mál og ég styð það. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum dagskrárlið? Svo ekki og þá vil ég leggja fram svohljóðandi tillögu málið. Bæjarstjórn skorar á heilbrigðisráðherra að endurskoða nú þegar núverandi fyrirkomulag í stjórnun og rekstri heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum með það að markmiði að efla stjórnun stofnunarinnar, auka sjálfstæði hennar og stuðla að bættri þjónustu. Með því að skipta upp starfsemi HSU og setja á laggirnar sjálfstæða stofnun í Vestmannaeyjum telur bæjarstjórn
að framangreindum markmiðum verði best náð. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að óska nú þegar eftir viðræðum við heilbrigðisráðherra þetta brýna hagsmunamál. Við núverandi ástand verður ekki unað lengur. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu gjöru svo vel að gefa merki. Og þetta er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Og þá tökum við fyrir 3. dagskrármálið, deiliskipulag, Malarvöllur og Langalág. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo. Forseti, eins og okkur öllum ljóst, þá hefur mikil uppbygging verið í Vestmannaeyjum undanfarin ár og virðist ekkert láta á. Áherslan hefur verið lögð á að þétta byggð og hefur svo þétting gengið vel og nauðsynlegt fyrir bæjarfélag að eiga fjölbreyttar lóðir lausar svo frekar uppbyggingu var ekki hamlað, en í dag aðeins 11 lóðir lausar. Vestmannaeyjabær að bregðast við með því að skoða svæði í gildandi aðalskipulagi sem gerir ráð fyrir að taka gild eftir árið 2035, en aðalskipulagi í endurskoðun og þetta eitt af því sem verður að skoða. En í forgangi hefur verið vinna við það ákvörðun sem tekin var að fara í að deiliskipuleggja íbúðabyggð við Malarvöll og Löngulág. Umhverfis- og skipulagsráð skipaði fyrir ári síðan starfshóp undirbúning deiliskipulags íbúðabyggðar við Malarvöll og Löngulág. Ég og Margrét Rós Ingólfsdóttir bæjarfulltrúi ásamt starfsfólki sviðsins vorum í starfshópnum. En þegar kom að mati á hönnunartillögum þá voru fengnir 2 sérfræðingar, Drífa Árnadóttir, borgarhönnuður hjá Alta og Pétur Jónsson, landslagsarkitekt hjá Eflu, til að aðstoða okkur við matið. Vestmannaeyjabær auglýst eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í að deiliskipuleggja nýtt hverfi við Malarvöll og Löngulág. Það voru alls 11 aðilar sem sendu inn umsóknir og 5 valdir úr þeim hópi til að koma með hugmyndir fyrir svæðið. Að ræða heilt hverfi sem gerir ráð fyrir blandari byggð með fjölbreyttum íbúðum ásamt 6-10 deilda leikskóla. Í vinnugögnum sem lágu fyrir var mikilvægt að græna svæðið 3 lundur sem nú þegar á svæðinu myndi halda sér og það gert enn áhugaverðara til úti og samvistar. 5 áhugaverðar og ólíkar hugmyndir fyrir svæðið lágu fyrir hópnum til að leggja mat á, en mikil og vöndu vinna lá að baki þessari hugmyndavinnu. En hugmyndirnar áttu batterið arkitektar, úti og inni arkitektar, Canon arkitektar, Tripoli arkitektar, Urbanistar og Edda arkitektar. Það var virkilega ánægjulegt hve margir sýndu þessu verkefni áhuga og framundan bara mjög spennandi og vandasöm vinna hjá sveitarfélaginu. En þetta í fyrsta skipti sem farið í svona veigamikið verkefni í deiliskipulagsvinnu fyrir íbúðabyggð og því mikilvægt fyrir okkur að vanda til verks. Með leyfi forseta þá ætla ég að fylgja eftir tillögu starfshópsins. Starfshópur umhverfis- og skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að tillaga Tripoli arkitekta verði valin. Í tillögunni gert ráð fyrir 3 byggingarkjörnum fyrir fjölbýlishús og raðhús með litlum inngörðum fyrir miðju. Í útjaðri svæðisins gert ráð fyrir einbýlishúsum sem þykja tengja svæðið vel við það einbýlishús sem fyrir eru. Gert ráð fyrir 6-10 deilda leikskóla við Kirkjuveg og þykir staðsetning og fyrirkomulag leikskólans tengjast við vel nálæga umhverfi og vegasamgöngum. Einnig með 3 lundur sem nú þegar á svæðinu halda sér og það svæði gert enn áhugaverðara til úti og samvistar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna Sigríður. Þá er orðið laust tillöguna og málið sjálft. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það gott að þetta mál komið í þetta ferli þar sem að ég held nú að öll framboðin hafi nú verið með þetta svona stefnuskrán sinni fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar, þannig að það var nú ekki, þetta draumur allra að sjá nýtt hverfi rísa þarna og ég hef nú ekki kannski mikla reynslu í því að hanna ný hverfi og hef ekki kannski mikla skoðun á því hverjar af þessum 11 tillögum voru bestar en
ég held að starfshópurinn hafi lagt á sig mikla vinnu við að greina þessar tillögur og treysti auðvitað vinnuhópnum vel sem kom með þessa niðurstöðu og gott að heyra að samstaðan var algjör með valið. Og mér finnst bara nauðsynlegt að koma að því að það verður mjög spennandi fyrir mig að sjá nýtt hverfi rísa þar sem að ég ásamt félögum mínum í Þór unnum fjölda sigra. Takk. Takk fyrir þetta, Þór, ég tek undir síðasta á ræðumann. Fleiri kveðja sér hljóðs þetta mál, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara að koma hérna upp og bara þakka fyrir vinnu starfshópsins að því það voru, og við erum nú hérna með 2 bæjarfulltrúa sem voru í starfshópnum sem gott fyrir okkur og fyrir okkur í bæjarstjórn við höfum þurft að leita, hvað ég var að segja, fá svör við spurningum og svona, en við fengum náttúrulega mjög góðan kynningafund bæjarstjórn, það sem farið var yfir þessar tillögur og rökin á bakvið niðurstöðuna og svoleiðis. Þannig ég vil bara koma hérna upp og fagna því að við séum að stíga þetta skref að fara í þetta hverfi, að því það algjörlega ljóst að ekki veitir af. Takk fyrir. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara líka að vera rosalega ánægður eins og allir eru með þetta frábæra hverfi sem að mun vonandi rísa þarna sem bara allra fyrst, því ég og ætla að þakka ráðinu og hópnum sem að vann þetta, sérstaklega bara fyrir frábæra vinnu, því að þegar ég leiti yfir þetta, þá var þetta svona í mínum huga eitthvað svona sem heillaði mig snemma, svo niðurstaða sem að var fyrir valinu og ég tel náttúrulega niðurstöðuna ágæta sérstaklega vegna þess að ég hrifinn af blöndurinn í byggðinni og sérstaklega í nálæðinu við kirkjuna sem er mér mjög hugleikinn og þurfti sérstaklega í mínum huga að vandi verka einmitt út af því og það eðlilega því það er mér tengt. En mér hefur nefnilega fundist líka bara þetta svæði og ég held að við séum nú mörg hver sammála það svona minni kynslóð sem áttum ekki okkar glæstu sigra á möl heldur var sko týrararnir alltaf á Týsvellinum, það var svona heimaðli sko. En já, ég tel það bara verið löngu komið tíma á þetta þannig að þetta svæði hefur mínum huga bara verið lítið og þetta hefur, mölin þarna hefur valdið í veðrum og öðru bara skemmtum á húseignum og bílum þarna upp í Strembugötu og víðar. Þannig að þetta er löngu komið tíma og við klárum þetta og ég lýsi enn og aftur yfir greiðarlega ánægði með þetta. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Gísli. Vilja fleiri? Helga, við höfum að gera svo vel. Forseti, ég vildi líka bara fá að þakka starfshópnum fyrir þessa vinnu. Þetta er virkilega spennandi. Gaman að fá að vera bæjarfulltrúi og taka þátt í þessu því að það er oft sem það þarf kannski að vera hér og tala eitthvað neikvætt en þetta er virkilega jákvætt framfara skref fyrir okkur. Og mér finnst við virkilega vera að hugsa til framtíðar með að skipuleggja þarna heilt íbúða hverfi og það er mjög ánægilegt líka að þetta sé sett upp þannig að það sé hægt að gera þetta í áföngum sem ég er mjög ánægð með og ég vil líka bara taka undir að segja frá því að mér finnst mjög gott að það sem við gerum hér fyrr í vetur eða fyrr á þessu ári að setja leikskóla inn í hverfið því að ég held að það sé klárlega skref sem við þurfum að taka. Þannig að ég er bara mjög ánægð með þetta. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri taka til máls. Ef svo er ekki, þá vil ég sömuleiðis taka undir þakkir til ráðsins og starfshópsins sem hefur unnið sína vinnu hér greinilega mikilli samviskusemi og fagmennsku. Þá ber ég þessa tillögu sem hér var lesin upp áðan undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir, gjöru svo vel að gefa merki. Tillagan er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tökum við fyrir 4. dagskrármálið sem er bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3195 þar sem liðir 1 til 7 liggja fyrir til upplýsinga. 5. dagskrármálið fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 291, liðir 1 til 4 liggja fyrir til upplýsinga.
Dagskrárliður 6, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 383, liðir 1-10 liggja fyrir til upplýsingar. 7, framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 290, liðir 1-5 liggja fyrir til upplýsingar. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur númer 373, liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsingar. Dagskrárliður 9, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 384, liður 1, það er að segja sem sneri að deiluskipulagi á Malavelli og Löngulá, var tekin fyrir undir 3. dagskrárlið sem almennt erindi og þarf ekki orðlengja það frekar hér. Liður 2, strandvegur 51, þar sem er að ræða staðfestingu á ákvörðun umhverfis- og skipulagsráðs að auglýsa skipulag. Í tengslum við strandveg 51 liggur fyrir hér til umræðu og ákvörðunar, orðið er laust. Vill einhver tjá sig þetta mál? Ef ekki, þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem eru samþykkir því að þetta fari í auglýsingu að gera svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóðaatkvæði. Þá er það liður 3 sem er ásamar 15 og það er umsókn breytingu á deiliskipulagi sem felur í sér að leyfi fyrir bílskúr og sólhúsi, liggur fyrir til umræðu og ákvörðunar. Orðið er laust þetta mál sömuleiðis, enginn kveður sér hljóðs og þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem eru samþykkt í málinu að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóðaatkvæðum. Liðir 4-10 liggja fyrir til upplýsinga og þá komum við að dagskrárlið 10 sem er bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3196, liður 5, 4 mánaða uppgjör Vestmannaeyjabæjar, liggur fyrir til umræðu að ósku minnihlutans og til málstekur það mál Eyþór Harðarsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Eins og öllum ljóst þá er efnahagsástandið á Íslandi bara og í raunar allri Evrópu erfitt þessar mundir. Það skilar sér beint út í rekstur sveitarfélagi hér á landi og er rekstur Vestmannaeyjabæjar þar ekki undan skilin. Og með leyfi forseta þá langar mig að vitna í niðurstöðu og bæjarráðs á dögunum þegar fjallað var 4 mánaða uppgjörið. Þar var bæjarráð sammála að bæjarráð leggur áherslu á mikilvægi þess að gætt verði aðhalds og varúðar í rekstri bæjarins. Ljóst er að rekstur sveitarfélagsins er að þyngjast, við því þarf að bregðast með auknu aðhaldi í öllum málaflokkum bæjarins. Við undirbúning og gerð næstu fjárhagsáætlunar þarf að leggja áherslu á aðhaldsaðgerðir og að forstöðumenn stofnana hugi sérstaklega að slíkum aðgerðum. Við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar þarf að leggja áherslu á aðhaldsaðgerðir og forstöðumenn stofnana hugi sérstaklega að slíkum aðgerðum þegar kemur að rekstri hlutaði eigandi stofnana. Og ég ætla sem sagt með leyfi forseta að leggja fram bókun frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekka enn og aftur þær áhyggjur sem við höfum af rekstri sveitarfélagsins. Reksturinn í dag skilar ekki þeim afgangi sem að nauðsynlegur er til að nýfjárfestingar verði mögulegar án skuldsetningar í framtíðinni. Og undir þetta skrifa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins allir. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Vilja fleiri taka til máls undir þessum dagskrárlið? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að segja að taka undir margt af því sem kom fram í máli Eyþórs Harðarssonar bæjarfulltrúa hér áðan, að auðvitað er efnahagsástandið í landinu á þann veg að það erfiðar bæði í fólki, fyrirtækjum og eins ríki og sveitarfélögum að standa í sínu rekstri og það er ekkert launungamál að í efnahagsástandið þar sem að vextir eru eins og þeir eru og verðbólga mælist eins og hún mælist, að þá verður þetta allt saman mjög þungt í vöfum og við þurfum að gæta varúðar
í okkar rekstri á okkar sveitafélagi. Sko samanlagður, ég fór nú og tók þetta nú saman og held svona aðeins utan með þessa tölur eftir að ég hóf afskipti af pólitík og fór að sitja í bæjarráði sem að fer nú með fjármálastjórn bæjarins, að þá hef ég haldið utan svona ársreikningana, fjárhagsáætlanir og þetta og ég var nú að skoða þetta hérna daginn og ef við tökum inn síðasta ársreikning og tökum síðustu 5 ár í rekstri Vestmannaeyjabæjar og þá samanlagður afgangur af A-hlutanum á síðustu 5 árum, hann um 740 milljónir. Á samstæðunni að þá erum við með afgang uppsafnaðan á síðustu 5 árum það bil 2 milljarða. Ég held að Vestmannaeyjabær standi ótrúlega vel gagnvart og í því efnahagsástandi sem að við erum í. Við búum auðvitað við það að vera að fara í mjög fjárfrekar fjárfestingar. Það á döfinni að fara í uppbyggingu á Hamarsskóla sem er kostnaðarsöm. Við erum að leggja ljósleiðara hér bæinn og við erum í innviða fjárfestingu sem að svo sannlega var komin þörf á að fara í. Og við stöndum mjög fjárhagslega vel og ég held að það séu mörg sveitarfélög sem að hreinlega öfunda okkur af þeirri fjárhagsstöðu og þeim ársreikningum sem að við höfum sýnt hérna á undanfarin ár. En aftur eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar þá gefur efnahagsástandið á Íslandi það fullt tilefni til þess að gæta varúðar, fara varlega í öllum okkar aðgerðum og það verður eins og kom fram í niðurstöðum í umræðum ársreikning núna fyrir árinu að þá verður farið í það í haust þegar við förum í fjárhagsáætlanavinnuna að þá höldum við náttúrulega áfram að gæta þess aðhald sem að við höfum reynt að gæta á undanförnum árum. En mér langar með leyfi forseta að fá þá að leggja fram eftirfarandi bókun, hún hljóðar svo. Í uppgjöri fyrstu 4 mánuða ársins kemur fram rúmlega 60 milljón króna jákvæður viðsnúningur frá fyrra ári í A-hluta, það er að segja rekstri bæjarsjóðs og í það heila afkoma samstæðanna samkvæmt uppgjörinu 50 milljónir tæpar. Sveitarfélög glíma við erfitt efnahagsástand og þrátt fyrir að rekstur Vestmannaeyjabæjar gangi vel verður áfram mikilvægt að sýna aðhald í rekstri. Takk fyrir þetta Njáll. Vilja fleiri taka til máls undir þessum dagskrárlið? Svo ekki og umræðunni lokið. Liður 6 undir sama dagskrárlið, það er að segja bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3196. Þá liggur fyrir hér til staðfestingar samningur sem gerður var fiskeldi í Viðlagafjöru og bæjarfulltrúar hafa átt þess kost að kynna sér. Orðið laust þennan samning ef einhverju vill tjá sig. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mig langar bara að koma hér upp og fagna þessu gríðarlega stóra og spennandi verkefni. Þetta verkefni skiptir sveitarfélagi eins og okkar mjög miklu máli og við erum strax farin að sjá auglýsingar mjög fjölbreytt störf sem snúa að þessu og umfangið höfum við fengið að heyra og það tugir milljarða og þetta langstæðsta framkvæmdaleyfi sem sveitarfélagið hefur gefið út og það bara fyrir fyrsta áfanganum. En ég held að við getum verið stolt af okkur hvernig þessi vinna hefur gengið með þessu fyrirtæki, undirbúningurinn af þessu öllu. Við höfum og ekki bara við heldur sveitarfélagið og fólkið í samfélaginu og svona, það tilbúið að fara í nýtt verkefni. Við erum að byggja á verkefni og þekkingu sem til staðar þó að þetta sé ný nálgun. Það verið að fara þarna í landeldi á laxi og seiðeldisstöð inn í botni og ég bara að horfa á þetta rísa og breytingarnar á svæðinu og svona, þannig að það spennandi tímar framundan en við hér þurfum að huga að því að innviðin okkar þurfa að fylgja og ég tek undir það sem kom fram í máli Helgu Jóhannu Harðardóttur bæjarfulltrúa hér áðan og leikskóli eitt af því og við höfum farið vel í gegnum það hér áður bæjarfulltrúar að við eigum ákveðið svigrúm í
2 skólastigum, í grunnskólanum og í framhaldsskólanum til að geta tekið fleiri nemendur, en það er ekki mikið svigrúm inn í leikskólapartinum. En þetta eru bara verkefni sem er gríðarlega gaman að hafa og við vorum líka að tala hérna Löngulág og það mun þurfa fleiri lóður og fleiri íbúðir fyrir þetta fólk því að bara við fyrsta áfanga talað að þetta geti orðið hátt í 100 manns og þegar allt er komið af stað þá geti þetta orðið 200 störf og því eru kannski fylgja einhverja fjölskyldur. Þannig að þetta er bara spennandi, þetta er uppbygging, þetta er aðeins, það er aðeins verið að dreifa eggjunum í körfunni þó þetta sé sjávarútvegur, þá er þetta ekki þessi sjávarútvegur sem við þekkjum, heldur þetta er svona hliðargrein sem er samt að næstu því að verða stærri, alla minnstakosti í heiminum á miða við veiðar á villtum fiski. En allavega ég vil bara fagna því að við séum að ganga frá þessum samningi og gera þetta og bara þakka ofboðslega gott samstarf bæði við þá aðila sem eru í verkefninu og innan bæjarstjórnar við þetta mál og frágang á þessum samningum. Takk fyrir þetta. Orðið er enn laust en ef enginn kveður sér hljóðs þá berum við þennan samning hér eða staðfestingu á þessum samningi undir atkvæði þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessu gjöru svo vel að gefa mér. Og þetta er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 1-4 og 7-14 í þessari fundargerð bæjarráðs 3196 liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrárliður 11 fjölskyldu og tómstundaráð Vestmannaeyja fundur númer 292 liðir 1-3 liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrárliður 12 framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur númer 291 liðir 1-2 í þeirri fundargerð liggja fyrir til upplýsinga. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi til næsta fundar verður boðað innan skamms, það er að segja mánudaginn 3. júlí klukkan 12 þar sem er að ræða sérstakan hátíðarfund í tilefni gosloka 50 ára eða 50 ára frá goslokum vildi ég nú sagt hafa. Þessum fundi er slitið.